Hvað gerum við svona hlutföll? Hérna fáni Kúbalands, hann svona í hlutföllunum breiddar og hæðar segi ég 3/2. Það þýðir ef hæðin 2 metrar þá breiddin 3. Af því að breidd undan í textanum, 3 undan í textanum, þá það breiddin, ekki bara því ég teiknaði myndina svona, ég verð að lesa textan. Hvaða orð á undan í textanum, hvaða tal undan í textanum, það passar saman, hæð og 2 passar saman. Það þýðir að ég get skrifa 4 og 6, 20 og 30. Ég get alltaf margfaldað upp, ég get líka minkað niður ef ég með stærri tölur. Og það borgar svo oft að teikna myndir. Því að hér spurt, hvað fáninn breiður ef hæðin 20 metrar? Einingin skiptir ekki öllu máli hérna, þetta svolítið stórfáni, en ég ætla að horfa bara á þetta sem svona einingar. Og það gott að nota rúðurnar í bókinni að teikna fána sem 3 rúður á breidd og 2 á hæð. Og svo set ég, hæðin 20. Hvað þarf ég að skipta þessu 20 á marga rúður? Jú, 10 og 10, það skiptis í 2. Og ef ein rúð alltaf 10, þá nokkuð augljóst að hann þarf að vera 30 metra breiður. Enda, ég get líka bara margfalda, hvað þarf ég að margfalda hæðin upp í svo ég komist upp í 20? Jú, með 10. Þá þarf ég líka margfalda þetta sinnum 10. Þetta virkar á sama hátt, svolítið misjafnt hvort okkur finnst þægilega að gera þetta í kringum margföldunina beint, það ekki alltaf svona þægilegt, eða hvort við viljum sjá þetta fyrir okkur svona. Sama hér, og ég teikna aftur mynd, ég svo sem ekki með rúður til þess að vinna með hér, en þið með rúður í bókunum hjá ykkur. Ef þetta 60, skipta því í 3, 20, 20, 20, þá þarf hver hæð hér að vera 20 og 20, þannig að þetta 40 sentimetrar. Við getum gert þetta þannig að við líka, að því við að fara á milli hlutfalla, því að þetta í raun og veru, og nú þurfum við að vita hvort við með, af því að þegar ég með breiddina, sjáðu, þá ég að deila með 3 og margfalda með hæðinni. Það að segja, deila með tölunni fyrir breiddina því ég með hana, og margfalda með þessari. Hér ger ég öfugt. Margfalda, deili með hæðinni og margfalda svo með tölunni fyrir breiddina. Mörgum finnst þetta flókið en þetta hægt líka. Hvað með þetta? Taylor Swift að blanda safa, notar appelsínusafa og ananasafa í hlutföllunum 500 millilítrar á móti 200 millilítrum. Getum við ekki tekið 0 í burtu og skrifa þetta sem bara 5 á móti 2? Ef við ættum að stytta hlutfallið þá myndum við gera það, jú. En ef við segjum að hún noti 500 í eina blöndu, hvað notar hún marga, af því hún þarf að nota 3 lítra, 3 lítrar sama sem 3000 millilítrar, því það 1000 millilítrar í lítra. Hvað ger ég oft 500 til þess að komast upp í 3000? Einu sinni til þess að hérna komið 1000, 2000, 3000 það ekki. 1000, 2000, 3000. 500 og 500 og 1000 minni. Ok, ég þarf að gera þetta 6 sinnum. Hvað þarf ég þá ofta að gera 200 millilítra? Það ekki oft? Einu sinni, 2 svar, 3 svar. Það að segja 6 sinnum. 3 pör, af því ég var með pör alltaf hér. Hvað þetta mikið? Jú, þetta bara 200 sinnum 6, þetta 1200 millilítrar eða 1,2 lítrar, hvora tölunni ég gæfi hérna skiptir ekki öllu máli. Triksið að sjá, ok, hvað þarf ég að margfalda þessa oft til þess að komast upp í þessa? Það 6 sinnum, þá margfalda ég þessa eins. Ef það hjálpa mér að skrifa þetta svona upp, þá það fínt. En ef ég kann að margfalda og nota margföldunin og sýni margföldunina, sýni að ég að gera 6 sinnum 200 ég oft og 1200, að þá það allt í góðu. En svona breytum við svolítið hlutföllum þegar við vitum eitt og nokkuð vantar eitthvað annað.